Já, eskurnar, velkomin í Gamesýruna. Það laugardagurinn 4. júlí. Mér langar að halda aðeins áfram á þessum nótum hvað varðar vittir og mögulegar tímalínur. Og mér langar að kjarna þetta aðeins niður. Ég rakst hérna á mann sem heitir Vadim Siland, rússi, sem hefur fjallað mikið þetta og skrifað bækur, og ég hérna með smá texta sem ég búin að skrifa sem ég ætla að lesa svona aðeins upp fyrir ykkur. Ef ykkur fyrir að leiðast, þá bara á þessi texti ekkert erindi til ykkar og þið getur bara skrollað eitthvað annað, en ef þið hafið áhuga á því að hlusta þá gæti þetta tekið 20 mínútur eða svo. Þetta sem sagt svo kallar reality transurfing. Þetta sem sagt þegar að veruleikin verður að vali frekar en tilviljun. Og hver ekki fyrir það? Það eitthvað heillandi við hugmyndir sem ögra því sem við teljum sjálfsagt. Hugmyndir sem neyða okkur til að staldra við og spyrja hvað ef heimurinn ekki alveg eins og ég hélt. Flestar þeirra reynast að lokum rangar. Sumar standast tímast tönn, aðra lifa áfram. Ekki vegna þess að það hafi verið sannaðir, heldur vegna þess að það vekja upp spurningar sem enginn hefur enn svarað til fulls. Ein slík hugmynd birtist árið 2004 í bók eftir lítið þekktan rússneskan höfund sem kallaði sig Vadim Siland. Bókin ber heitið Reality Transurfing og við fyrstu sýn virtist hún falla í sama flokk og ótal aðrar sjálfsraktar bækur sem lofa betri lífi með breyttu hugafari. En þegar lesandinn kafa dýpra kemur í ljós að Siland í raun ekki að skrifa bók jákvæða hugsun. Hann að leggja fram heimsmynd, tilraun til þess að útskýra samband meðvitundar, athygli og þess sem við köllum veruleikan. Það sem gerir þessa sögu enn áhugaverðari höfundurinn sjálfur. Það er fínt að koma þess að því. Það sem við vitum furðu lítið Vadim Siland sjálfan, samkvæmt hans eigin frásögnum starfaði hann við rannsóknir á sviði skammtafræði á síðustu árum sem sagt Sovétríkjanna og síðan við tölvutekni áður en hann sneri sér að ritstörfum. Óháða staðfestingar á þessum upplýsingum eru fáar og því hafa ævisögur hans alltaf verið vafðar ákveðinri óvissu. Hann virðist sjálfur hafa kosið að halda því þannig. Hann birtist sjaldan opinberlega, veitir fá viðtöl og hefur aldrei reynt að byggja upp þá persónudýrkun sem einkennir marga höfunda á sviði sjálfsræktar. Þegar hann hefur verið spurður hver hann sé í raun og veru, hefur hann stundum svarað einfaldlega: ég enginn. Gott svar. Þessi setning meira en dularfullt tilsvar. Hún segir í rauninni allt sem segja þarf nálgun hans. Siland vill ekki að fólk trúi hugmyndum hans vegna þess að hann hafi sérstakt vald, menntun eða andlega stöðu. Hann vill að það standi eða falli með eigin veruleikum. Prófaðu þær, segir hann í raun. Ef það breytu engu, skaltu leggja það frá þér. Ef það breyta einhverju, þá skiptir engu máli hver skrifaði þær. Þetta kallar maður auðmýkt. Þessi afstaða hefur án efa átt þátt í vinsældum bókana. Hún gefur lesendunum ákveðið frelsi. Hann ekki beðinn að fylgja leiðtoga, heldur að kanna hugmynd. En hver þessi hugmynd? Og nú komum við einmitt að því. Þetta tók alveg heilar næstu 4 mínútur fyrir að afsaka þetta. Til að skilja reality transurfing þarf fyrst að gleyma einni algengri ranghugmynd. Margir flokka kenningu Siland sjálfkrafa með svokölluðum law of attraction. Það mun allir eftir því. Það kom út svona í kringum 2005 held ég. Það vissulega nokkra sameiginlega snertifleti, báðar leggja áherslu á að innra ástand skipti máli, en þar endar líkindin að mestu. Law of attraction byggir miklu leyti á þeirri hugmynd að hugsanir sendi frá sér ákveðna orku sem drægi til sín sambærilega atburði. Þetta svona eitthvað sem ég hef oft svona mikið reynt að lifa eftir, en þetta stöf sem ég að fara að lesa núna, þetta next level sko. Siland nálgast málið allt öðruvísi. Hann talar ekki eins og við séum að skapa raunveruleikann úr engu. Hann heldur fram að möguleikarnir séu þegar til staðar. Búm, 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 búm. Verkefni okkar sé ekki að búa þá til, heldur að tengjast þeim, krakkar. Tímalínur. Þessi munur kann að vera smáæðlegur, en hann í rauninni kjarnin í allri þessari heimsmynd. Ímyndaðu að þú standir á útsýnispalli fyrir ofan risavaxið járnbrautarkerfi. Frá stöðunni liggja þúsundir teina
í allar áttir. Sumir liggja í gegnum græn skólendi, aðrir við fjöll en aðrir inn í dimmið hverfi. Allar lestirnar eru þegar til staðar, allar leðirnar liggja fyrir. Spurningin er ekki hvort teinarnir verða lagðir, þeir eru löngu komnir. Spurningin er aðeins hvaða lest stígur þú borði. Þannig lýsir Sealand lífinu. Hann kallar þetta Space of Variations, eða svið möguleikana. Samkvæmt þessari hugmynd er veruleikinn ekki eitt samfellt ferli sem þróast frá fortíð til framtíðar, heldur óendalegt safn mögulegra þróunarleiða. Hver ákvörðun, hvert viðhorf og hvert innra ástand færir okkur nær einni leið og þar af leiðandi fjær annarri. Við séum ekki að skrifa framtíðina, heldur að velja á milli mögulegra útgáfa hennar. Þetta er auðvitað heimspekileg hugmynd. Hún hefur ekki verið staðfest, obviously, af nútímavísindum, en hún er nógu öflug til að vekja spurningar sem hafa fyllt mannkyninu í þúsundir ára. Sem sagt, er framtíðin opin eða er allt fyrirfram ákveðið? Hefur meðutundin raunverulegt hlutverk eða er hún aðeins áhorfandi? Þetta snýr að ábyrgð, krakkar, sjálfsábyrgð. Þessar spurningar eru eldri en bæði sálfræði og skammtafræði. Það birtast hjá forngrískum heimspekingum, í austrænum trúarhefðum og síðar hjá hugsuðum Vesturlanda. Það sem Sealand gerir er að setja þær fram á nýju tungumáli. Hann notar hugtök sem minna stundum á quantum physics eða skammtafræði, stundum á kerfisfræði og stundum á austurlenska heimspeki. Niðurstaðan verður svo að kerfi sem er bæði kunnulegt og framandi í senn. En áður en lengra haldið er mikilvægt að staldra við og gera greinamun sem oft gleymist í þessari umræðu. Reality transerving er ekki viðurkennd vísindakenning. Það þýðir ekki að hún sé gagnslaus. Það þýðir einfaldlega að hún er ekki hluti af þeirri eðlisfræði sem kennd í háskólum eða hefur verið staðfest með tilraunum. Þegar Sealand talar mögulega veruleika eða mismunandi brauti lífsins er hann að setja fram heimspekilegt líkan. Það getur verið innblástur af ákveðnum hugmyndum úr skammtafræði en það er ekki það sama og skammtafræði. Þessi aðgreining er mikilvæg vegna þess að hún gerur okkur kleift að meta hugmyndirnar á eigin forsendum, krakkar, íhuga. Við þurfum ekki að samþykja þessu bókstaflega sannar til þess að spyrja hvort þar hafi eitthvað skýringagildi eða hagnýtt notagildi. Raunar hefur saga vísindana kennt okkur að stundum koma áhugaverðustu hugmyndunar ekki frá þeim sem hafa öll svörin, heldur frá þeim sem þora að spyrja óþægilegu spurningana. Og ein af þeim spurningum sem Sealand spyr er þessi: hvað ef stæðsta hindrunin á milli okkar og markmiða okkar er ekki skortur á hæfileikum, peningum eða heppni? Hvað ef hún er einfaldlega það hvernig við tengjumst markmiðinu sjálfu? Ég vona þið að hlusta vel, krakkar, þetta er ekkert smá shit, sko. Þessi spurning leiður okkur að hugtakinu sem flesti lesendur reality transerving telja vera hjarta þessara kenningar. Sealand kallar þetta importance eða mikilvægi. Á íslensku mætti þýða dæmið sem mikilvægi en svo þýðing nær ekki samt sem áður alveg utan það sem hann á við. Hann er ekki að segja að markmið eigi ekki að skipta máli, hann er að tala það augnablik þegar markmið hættir að vera ósk og verður að lífsnauðsyn, þegar sjálfsvirðið, hamingjan eða framtíðin virðist allt í einu velta á einni niðurstöðu og að hans mati er það nákvæmlega á þeirri stundu sem við byrjum óafvitandi að vinna gegn sjálfum okkur. Þetta eru skilyrðingarnar, krakkar. Við þurfum að fara að verða þessi leikstjórar. Og þar byrjar hinn raunverulega saga reality transerving. Það sem Sealand á við með importance verður líklega best skilið með einfaldri spurningu. Hefurðu einhvern tímann viljað eitthvað svo heitt að það verður næstuði ómögulegt að ná því? Kannski var það atvinnuviðtal sem þú var sannfærður að myndi breyta öllu. Þú undirbjósti dögum saman, fóst yfir öll möguleg svör, reyndir að segja nákvæmlega það rétta og samfæra viðmælendur að þú væri rétta manneskjan í starfið. En þegar stundin rann upp varð röddin óstöðug, hugsanirnar flæktust saman og sjálfstraustið hvarf. Eftir á vissuru að þú hefðir ekki sýnt þína bestu hlið. Trúðu mér, ég hef lent í þessu. Eða kannski hefur upplifað þetta í ástarsambandi. Þú hittir mannesku sem virðist fullkomin, smá saman fer líðan þín að ráðast af því hvort hún sendi þér skilaboð, svarar símtölum eða sýnir áhuga. Áður en langt
áður en langt líður sambandið orðið stærra en það sjálft. Það verður mælikvarði á eigið virði og einmitt þá fer eitthvað að breytast. Þú verður óöruggari, hugsar mikið, reynir hart og upplifir að því meira sem þú leitast eftir nándinni, því fjarlægari verður hún. Flest okkar höfum upplifað þetta í einhverri mynd og ég meðal annars einn af þeim. Sealand heldur því fram að þetta sé ekki tilviljun. Hann segir að þegar við gerum eitthvað of mikilvægt breytist innra ástand okkar. Veitum við, hvað ég? Já, við hættum að nálgast markmið af yfirvegun og við förum að nálgast það af ótta. Ótta við að missa, ótta við að mistakast eða ótta við að vera ekki nóg. Sem sagt, við erum keyrð áfram af skort. Þarna kemur hugtakið importance til sögunar. Í daglegu tali myndum við kannski kalla þetta viðhengi eða tilfinningalega bindingu, en Sealand velur orðið importance vegna þess að hann telur að það sé ekki löngunin sjálf sem skapi vandan, heldur það mikilvægi sem við gefum henni. Það munur á því að segja, mig langar að fá þetta starf, eða ef ég fæ ekki þetta starf, ég misheppnaður. Í fyrra dæminu markmið, í því síðara nefnilega sjálfsmynd. Þegar þessi skýru mörk hverfur, verður markmiðið ekki lengur eitthvað sem við stefnum af, það verður eitthvað sem við teljum okkur þurfa til þess að verða heil. Samkvæmt Sealand það augnablikið þegar við byrjum að vinna gegn eigin markmiðum. Krakkar, þetta rosalegt. Því meira sem við reynum, því minna verður. Hann lýsir þessu með hugtakinu excess potential og íslensku mætti þýða þetta umfram spennu eða ákveðið ójafnvægi. Ímyndaðu þér og þú haldur á gormi, þú þrýstir lítið á hann, það gerist ekkert sérstakt, en því meira sem þú spennur hann, því meiri kraftur safnast saman eða safnast upp sem leitast við að losna. Sealand segir að það sama gerist í huganum, að þegar við gerum eitthvað lífsnauðslegt byggjum við upp þessa innri spennu, við fyllum hugsanir okkar af ótta, væntingum og stöðugri greiningum, föst inn í hausnum. Hvert smáatriði verður stórt, hver töf verður ógn, hver höfnun verður sönnun að eitthvað sé að okkur. Og það þessi spenna sem hann kallar excess potential. Og þá kemur annað hugtak sem eitt að umdeildasta í allri þessari kenningu, að það balancing forces eða jafnvægis skapandi afl eða öfl. Samkvæmt Sealand leitast náttúran stöðugt við að jafna út þessa spennu. Þegar við höfum skapað of mikið ójafnvægi verða til kraftar sem færa kerfið aftur í jafnvægi. Hann talar þetta næstu eins og náttúrulögmál, ekki refsingu, heldur sjálfvirt jafnvægiskerfi. Þetta auðvitað ekki hugmynd sem viðurkennd eðlisfræði hafa staðfest, en áður en við höfnuminni áhugavert að skoða hana út frá annarri hlið og það sálfræðin. Ef sálfræðingur sæti við hliðin á Sealand myndi hann líklega ekki tala jafnvægiskrafta alheimsins, en hann gæti samt sem áður lýst nákvæmlega sem hegðun. Hann bara skýrir þetta einhverjum öðrum hugtökum. Þegar að streita eykst fyrir heilin smá saman að færa sig úr skapandi hugsun yfir í varnastöðu, líkaminn framleiðir meira á streituhormónum, athyglin þrengist og við sjáum fyrir vikið færri möguleika, tökum varfærnari ákvarðanir og túlkum óvissu frekar sem ógn en tækifæri. Á einfaldan hátt mætti segja að við byrjum að sjá heiminn í gegnum sífellt þrengri glugga. Þetta hefur verið rannsakað í áratugi. Mikill kvíði getur skert vinnsluminni, dregið úr skapandi hugsun og aukið líkur á mistökum. Sá sem sannfærður að hann megi ekki mistakast oft líklegri til þess að mistakast en sá sem nálgast verkefnið af yfirvegun. Það vegna þess að alheimurinn sé að vinna gegn honum, spurningamerki, vísindin segja það ekki vera svo. En þau sína að hugurinn sjálfur getur orðið með þessi stærsta hindrun. Og það einmitt hér sem hugmyndir Sealands verða áhugaverðar, það bjóða upp á aðra orðræðu fyrirbæri sem margir þekkja af eigin raun, hvort sem við köllum það balancing forces eða einfaldlega áhrif streitu á ákvarðanatöku skiptir kannski minna máli en svo staðreynd að of mikil tilfinningaleg binding virðist oft gera okkur verri í því sem við erum að reyna að ná. Sealand leggur því til mjög einfalda en erfiða æfingu.
Lækkaðu mikilvægið, ekki hætta vilja, ekki hætta stefna hátt. Heldur hættu að gera niðurstöðana að mælikvarða á eigin virði. Í bókunum notar hann stundum setninguna no big deal. Hún á ekki að merkja kæruleysi eða áhugaleysi, hún áminning að markmið eigi að vera eftirsóknarvert en ekki heilagt. Þú mátt vilja starfið en þú mátt líka vita að lífið heldur áfram ef þú færð það ekki. Þú mátt vilja sambandið en þú mátt ekki gleyma því að verðmætið þitt sem manneskja ræðist ekki að því hvort einhver annar velur þig. Þetta hljómar einfalt, en ef til vill það einmitt erfiðasta verkefnið sem flest okkar glíma við. Við höfum lært frá unga aldri að tengja árangur við sjálfsmynd. Einhverjir segja eitthvað okkur, starfið segir eitthvað okkur, húsið, bíllinn, tekjunar og jafnvel sambandið verður smá saman hluti af þessari narratífu og sögu sem við segjum okkur eigið virði. Sealand býður okkur að rjúfa þessa tengingu. Ekki vegna þess að markmiðið skiptir ekki máli, heldur vegna þess að þau skipta of miklu máli. En ef importance útskýrir hvers vegna við búum til mótstöðu í eigin lífi, þá vaknar önnur spurning. Hvaðan kemur allt hitt? Hvers vegna festast heil samfélög í sömu átökunum, sama óttanum og sömu hugsununum? Samkvæmt Sealand ástæðan sú að við erum ekki aðeins að glíma við okkar eigin huga, við erum stöðugt dregin inn í stærri kerfi sem keppast athygli okkar og ekkert af illum ásetning, heldur bara meira, þetta bara kerfin eru svöng og þurfa næringu. Og hann kallar þessi kerfi pendulums og þetta líklega umdeildasta og jafnframt nútímalegasta hugtak allrar reality transserving pælingarinnar. Hugmyndir pendulums ef til vill sú sem flestum lesendum annarkvort elska eða hafna. Hún jafnframt ein frumlegasta hugmynd Sealands og líklega sú sem hefur elst hvað best. Til þess að skilja hana þarf fyrst að gleyma því sem orðið gefur til kynna. Sealand ekki að tala málmhlut sem sveiflast fram og tilbaka, þetta ekki pendúll. Hann notar pendúl sem myndlíkingu fyrir kerfi sem lifa á athygli manna. Samkvæmt honum verða pendúla til þegar stór hópur fólks beinir stöðugt hugsunum sínum, tilfinningum og orku að sama fyrirbærinu. Því fleiri sem taka þátt, því mun öflugra verður kerfið. Með tímanum virðist að jafnvel lifa eigin lífi og byrjar að hafa áhrif á fólki sem skapaði það. Þetta stórhættulegt. Þetta getur verið stjórnmálaflokkur, trúabrögð, fyrirtæki, íþróttafélög, þjóðernishyggja eða samfélagsmiðlar. Pendúllinn sjálfur hvorki góður né vondur. Hann hefur aðeins eitt markmið samkvæmt Sealand, það að viðhalda eigin tilvist með því að halda athygli fólks. Þetta eins og krabbaminn. Það auðvitað ekki vísindaleg kenning, heldur þetta heimspekileg myndlíking. Og þegar maður horfir á samtíman verður oft erfitt að neita því að hún lýsir ákveðnu mynstri. Opnaðu samfélagsmiðla á hvaða degi sem til dæmis. Eftir örfáa mínútur einhver reiður, einhver móðgaður, einhver að verja eigin hóp og ráðast á annan. Athygli okkar hoppar á milli deilna eins og málmkúla í spilakassa. Reiðin smitar út frá sér, reiknirit eða algoritmi samfélagsmiðlana, verðlaunar sterk tilfinningaviðbrögð og áður en við vitum af erum við farin að eyða orku í umræðu sem hefur ekkert með okkar eigin líf að gera. Ef Sealand sæti við hliðina á okkur myndi hann líklega brosa og segja pendúllinn fékk þig. Pendúllinn it got you. Það merkilegasta við þessa hugmynd hún snýst ekki samsæri. Pendúllinn þarf engan leiðtoga, hún þarf ekki leynifjölög eða dulda stjórnendur. Hann verður einfaldlega til þegar að nægilega margir byrja að hugsa og bregðast við á sama hátt. Og þetta gerist á quantum level, krakkar. Þetta nefnilega, þetta svo fucking lúmst. Því meiri tilfinningar, því meiri athygli, því sterkari verður hann. Samkvæmt Sealand stæðstu mistökin sem við gerum, það að reyna að berjast gegn pendúl af offullum krafti. Þannig að við getum ekki farið í stríð til að mótmæla stríði, það segir sig sjálft. Það hljómar þversagnarkennt. En ef eitthvað hefur neikvæð áhrif á okkur, ættum við ekki að berjast gegn því. Af hverju? Hvernig förum við þá að því? Vegna þess að leið og við byrjum að hata eitthvað, gefum við því athygli. Við hugsum stöðugt það sem við viljum losna við. Við ræðum það, deilum greinum það, rífumst það og látum það taka sífellt meira pláss í huga okkar.
Pendúllinn skiptir ekki máli hvort sem að þú elskar hann eða hatar. Honum sama það, bara annarkvort, elskaði mig eða hataði mig, bara veittu mér athygli. Hann þarf aðeins að þú hugsir hann. Þetta áhugaverð hugsun vegna þess að hún á sér ákveðna samsvörun í sálfræði. Rannsóknir á athygli sýna að heilinn verður smá saman næmari fyrir því sem hann einbeitir sér að, sá sem les stöðugt neikvæðar fréttir fyrir að sjá heiminn sem hættulegri stað. Sá sem leitar stöðugt að aðstæðum til þess að reiðast finnur yfirleitt næja ástæðu til þess. Þetta þýðir ekki að heimurinn hafi endilega breyst, heldur að hvað stendur hérna? Heldur að sík sem við skoðum hann. Já, heldur sían sem við skoðum hann í gegnum, hún hefur breyst. Í sálfræði stundum talað attentional bigs eða athyglis-skekkju. Heilinn byrjar að taka eftir því sem staðfestir það sem hann býst við að sjá. Ef þú ert sannfærður að fólk sé óhæðalegt, myndu líklega taka sérstaklega eftir þeim dæmum sem styðja þá skoðun. Ef þú trúir því að tækifæri séu allstaðar, myndu hins vegar taka eftir allt öðrum hlutum. Sealand notar annað orðalag en hann bendir á svipu fyrirbæri. Athyglin mótar nefnilega upplifunina. Þessna segir hann að lausnin sé ekki að berjast heldur að stíga út úr leiknum. Hann notar stundum myndlingingu úr bardagalistum. Ef einhver reynir að ýta þér á öllum krafti, þá getur þú ýtt á móti, eða þú getur stígið til hliðar. Þegar þú stígur til hliðar, þá hefur krafturinn ekkert að vinna á móti. Þetta að mörguleiti sama hugsun og birtist í austurlenskum bandalistum eins og í Aikido, þar sem markmiðið ekki að mæta afli með meira afli, heldur að beina orkunni í aðra átt. Sealand telur að þetta eigi ekki aðeins við líkamleg átök heldur líka hugræn. Þegar við hættum að fæða vandamál með stöðri athygli, missir það smá saman tökin á okkur. Það þýðir ekki að vandamáli hverfi endalega heldur að við hættum að lifa inn í vandamálinu. Þetta leiðir okkur að öðru lykilhlutverki sem liggur undir allri heimsmynd Sealand, outer intention. Og flest okkar þekkja aðeins eina tegund vilja. Við ákveðum markmið, við gerum áætlun, við leggjum hart á okkur, við reynum að öllum mætti að ná niðurstöðu. Sealand kallar þetta inner attention eða innri ásetning. Það er svo kraftur sem við notum þegar við reynum að stjórna heiminum með beinum aðgerðum. En hann segir að til sé önnur tegund ásetnings. Mun hljóðlátari, mun rólegri og eftir hans mati mun öflugri. Og það er þetta outer intention, þessast ytri ásetningur. Ef inner attention snýst að ýta veruleikanum í ákveðna átt, þá snýst outer attention að stilla sjálfan sig inn á þá þróun sem þegar möguleg. Hér verður orðalag Sealands mjög sérstakt. Hann talar ekki að neyða fram niðurstöðu, hann talar að samramast henni. Ekki toga, heldur að leyfa. Þetta einmitt svo staður sem margir rugla reality transferring saman við the law of attraction. En Sealand leggur áherslu á einn grundvallar mun. Þú færð ekki það sem þú óskar eftir mestri ákefð. Þú tengist því sem samsvarar innra ástandiðinu. Þess vegna segir hann að rólegt sjálfstraust sé öflugra en örvæntingafull löngun, ekki vegna einhverja töfra, heldur vegna þess að örvæntingin segir stöðugt við hugan, ég hef þetta ekki, rólegt sjálfstraust segir hins vegar, ég er á leiðinni. Og þessi munur virðist lítill, en samkvæmt Sealand er hann munurinn á því að elta veruleikann eða leyfa honum að þróast. Þegar maður les þessa kafla er erfitt að komast hjá einni spurningu, hvaðan koma þessar hugmyndir, af hverju tala Sealand mögulegar brautir veruleikans eins og það séu þegar til, er þetta aðeins myndlíking eða á hún sér eitthvað samsvörun við hugmyndir sem hafa komið fram í nútíma eðlisfræði. Það er einmitt það sem umræðan verður bæði áhugaverð og varasöm vegna þess að á þessum tímapunkti mætast heimspeki, skammtafræði og meðutundar rannsóknir en það renna ekki saman og það er mikilvægt að skilja hvar mörkin liggja. Það er freistandi að stoppa hér og segja að reality transferring sé einfaldlega heimspekileg myndlíking. Fyrir marga er það bara nóg, það er bara næg skýring, en fyrir aðra vaknar óhjákvæmilega önnur spurning. Hvers vegna minnir svo margt í hugmyndum Sealands á það sem hefur verið rætt innan skammtafræðinnar? Er þetta tilviljun? Eða er eitthvað raunveruleg tengsl? Svarið er bæði einfalt og flókið. Já,
ákveðnar hugmyndir minna á umræðu sem hefur átt sér stað innan eðlisfræðinnar. Nei, það þýðir ekki að eðlisfræðin geti staðfest reality transferring og þessi greinamunur skiptir alveg gríðarlega miklu máli. En áhrifamesta hugmynd 20. aldarinnar kom frá eðlisfræðingnum Hugh Everett III árið 1957. Hann var ósáttur við hennar svokölluðu kaupmannahafnartúlkun skammtafræðinnar þar sem talað var að möguleikar hrundu niður í eina niðurstöðu þegar mælingar færu fram. Everett spurði einfaldlega, hvað ef ekkert hrynur? Hvað ef allar mögulega niðurstöður eiga sér stað? Og úr varð það sem síðan var þekkt sem many worlds interpretation. Samkvæmt þeirri túlkun klofnar alheimurinn ekki endilega í bókstaflegri merkingu í hvert skipti sem eitthvað gerist, heldur þróast í skammta ástand samkvæmt jöfnum skammtafræðinar án sérstaks hruns. Í einfaldri framsetningu oft sagt allar mögulega niðurstöður haldi áfram á sinn hátt. Krakkar, hvað ég búin að vera að segja við ykkur? Og þegar að fólk lesi þetta í fyrsta sinn auðvelt að sjá hvers vegna það hugsar Sealand. Margar mögulegar framtíðir, margar mögulegar leiðir, margar mögulegar útgáfur af veruleikanum, en líkindin eru fyrst og fremst yfirborðsleg. Everett, hann var að setja fram starffræðilega túlkun á skammtafræði. Hann var ekki að segja að manneskja gæti með vilja sínum hoppað á milli mismunandi alheima Sealand. Sealand hins vegar notar hugmyndunum marga möguleika sem heimspekilegt líkam fyrir mannlega reynslu. Þótt hugmyndunar hljómi stundum svipað eru þær ekki það sama. Og svipað gildir sem sagt Roger Penrose, ég hef nú fjallað það, þetta eru þarna örpíplu sérfræðingarnir. Penrose hefur lengi gagnrýnt þá hugmynd að meðvitund geti verið útskýrt eingöngu með hefðbundnum útreikningum heilans. Að hans mati geti eitthvað dýpra leið þar á bakvið. Og með svæfingarlæknunum, hún Stuart Hameroff, sett hann fram þessa kenningu, Orchestrated Objective Reduction, oft kölluð OR, og þar því haldið fram að ákveðið skammtafræðilegt ferli í sér stað í örpíplunum eða mikrotúbulus innan taugafrumna sem getur átt þátt í að mynda svokallaða meðvitund. Kenningin hefur valdið mikla athygli en jafnframt verulega gagnrýni. Hún hefur ekki náð almennri viðurkenningu meðal taugavísindamanna eða eðlisfræðinga og ennþá mjög umdeild. Og það skal tekið fram, ég skrifaði held ég heilan kafla með þessa kenningu í nýju bókinni UFO 202. En þessi rannsókn eða þessar kenningar, hún hefur átt þátt í að opna umræðu sem áður þótti jaðarkennt. Og það hvort skammtafræðilegt ferli gætu yfir höfuð haft hlutverk í meðvitund og þar liggur þessi tenging við Sealand. Ekki vegna þess að Penrose og Hameroff hafi skrifað reality transferring, vegna þess að þeir eru nefnilega glíma við nákvæmlega sömu grundvallar spurninguna sem snýr að því bara hvað meðvitund og hvar liggja kraftar innan meðvitundar. En hún aðeins afleiðing að ráðbóðum á milli taugafrumna, spurningamerki. Eða hún hluti af einhverju stærra ferli sem við skiljum ekki enn. Og Sealand gefur sitt eigið svar, Penrose gefur annað, en þau eru ekki eins, en þau byrja á sömu spurningunni sem mjög áhugavert. Þriðji hugsuðurinn sem oft nefndur í sömu andrá Rupert Sheldrake. Elska Rupert Sheldrake. Sheldrake var þekktur fyrir hugmyndinni morphic resonance. Það sem hann lagði til að náttúran geti geymt eitthvað konar mynstur eða minni sem ný kerfi sæktu upplýsingar í. Hugmyndin hefur alls ekki verið samþekkt af meginströmi lífvísinda og hún hefur sætt mikilli gagnrýni en hún hefur engu síður haft áhrif á umræðu form, skipulag og upplýsingar í náttúrunni. Og aftur tengingin við Sealand ekki bein. Sheldrake ekki að lýsa tímalínum eða mögulegum framtíðum en báðir eru þeir að spyrja hvort að alheimurinn eða meðvitundin innihaldi meiri upplýsingar en við sjáum við fyrstu sýn. Hvort veruleikinn sé í raun flóknari en svo mynd sem dagleg reynsla gefur okkur. Það áhugavert að stíga út úr eðlisfræðinu og inn í sálfræðina og á fyrri hluta 20. aldar setti svissneski geðlæknirinn Carl Gustav Jung fram hugmynd sem hann kallaði synchronicity eða merkingar bærar tilviljanir. Jung hélt ekki fram að hugsanir stjórnuðu alheimnum.
Hann benti hins vegar á að stundum virðist innra líf okkar og ytri atburðir tengja á hátt sem merkingarbær fyrir þann sem upplifir hann. Jafnvel þó að hefðbundin orku tengsl eða samhengi liggi ekki fyrir. Margir lesendur Sealand lýsa einmitt slíkri reynslu. Þeir segja að þegar þeir hætt að þvinga fram niðurstöðu hafi ný tækifæri farið að birtast, nýtt starf, óvænt kynni, rétta símtali kemur á réttum tíma. Gagnrýnandi myndi segja að þetta sé valbundin athygli. Þegar við breytum hugafari tökum við einfaldlega betur eftir þeim tækifærum sem áður fóru fram hjá okkur. Sealand myndi líklega svara öðru eða öðruvísi. Hann myndi segja að við höfum fært okkur yfir á aðra braut í Space of Variations. En hvort tveggja getur leitið eins út í daglegu lífi en skýringarnar eru samt sem að gjör ólíkar. Kannski þetta ástæðin fyrir því að reality transurfing heldur áfram að vekja athygli rúmum 2 áratugum eftir að útgáfu fyrstu bókarinnar hans. Ekki vegna þess að hún hefur leyst ráðgátu alheimsins, heldur vegna þess að hún neyður okkur til að spyrja spurninga sem enn eru opnar. Hvernig verður meðvitund til? Hvað raunveruleiki? Hvers vegna virðast sum tímabil lífsins flæða á meðan önnur einkennast af stöðugri mótspyrnu? Og hversu stóran þátt eigum við sjálf í þeirri reynslu. Vísindin hafa mörg svör en þau hafa alls ekki öll svör. Það líka auðvelt að skilja hvers vegna sumir hafna reality transurfing. Bókin notar orðalag sem gefur í skinn tengingu við skammtafræði á þess að byggja á sömu aðferðafræði og vísindin. Hún setur fram staðhæfingar sem ekki hægt að prófa með þeim hætti sem eðlisfræði kenningar eru prófaðar eftir. Þess vegna líta margir vísindamenn á hana sem heimspekilega eða andlega hugmyndafræði frekar en vísindalega kenningu og sú gagnrýni alveg réttmætt en hún útilokar ekki að þessi boðskapur hafi mikið gildi. Saga hugmynda sýnir að heimspeki og vísindi gegna ólíkum hlutverkum. Vísindin spyrja hvað hægt að mæla, heimspekin spyr hvaða merkingu mælingar hafa. Sealand starfa greinilega á síðara sviðinu, það obvious. Þess vegna kannski ekki rétt að spyrja hvort reality transurfing sé sönn eða ósönn. Áhugaverðari spurning hvort hún hjálpi fólk við að hugsa á annan hátt eigið líf. Ef hugmyndin að sleppa of mikilvægi dregur úr kvíða. Þá hefur hún hagnýtt gildi óháð því hvernig maður lítur á Space Variations. Ef hugmyndin pendulums hjálpar fólki að átta sig á hvernig fjölmiðlar, samfélagsmiðlar eða hóphugsun, svona kollektív hugsun, painbody og annað, geti dregið athyglinna frá því sem raunverulega skiptir máli, þá hefur hún einnig ákveðið gildi. Og ef outer intention verður fólki áminning að hætta að berjast við allt og alla og vinna þessi stað af meiri ró, þá það lærdómur sem á sér hliðstæður í stóu, speki, taoisma og nútíma sálfræði. Jafnvel þótt að skýringarnar séu ólíkar en þá snýr þetta að sömu spurningunum. Og mjög líklega sömu svörunum líka. Kannski það einmitt þar sem styrkur reality transurfing liggur. Ekki því að sanna að séu til óteljandi tímalínur eða fjölheimar sem við getum ferðast á milli, heldur í því að minna okkur á að við lifum ekki í heimi atburða, við lifum í heimi túlkunar. Við veljum á hverjum degi hvar athygli okkar dvelur, hvað við gefum mikilvægi og hvaða sögu við segjum okkur sjálfum lífið sjálft. Hvort að það eitt breytir alheimnum spurning sem enginn getur svarað með vissu. En að það breyti okkur sjálfum, það virðist fátt benda til annars. Þetta nefnilega máttur hugans, krakkar. Og ef Sealand hefur rétt fyrir sér, jafnvel þó aðeins að hluta, þá gæti þetta vera fyrsta skrefið í átt að allt öðrum veruleika. Þetta rosalegt, krakkar. Jesus Christ! Þetta eins og ég var að keyra stelpinu mína í vorpróf í MR hérna í vor og hún var að díla við eitthvað kvíða, prófkvíða, framistöðu kvíða, alls konar ótti. Þá bara gat ég ekki hamraða nóg inn í hausinn á henni og hjartaði í henni. Hverja einustu frumu, herriskan, við erum að fara í þetta próf og þú ert þegar búin að ná því. Og það bara málið. Það bara einhver útgáfa sem býður hennar
ef hún tilbúin til þess að ekki bara viljan og þá ekki út frá skort heldur að hún þarf að trúa því að heimurinn dýpri og lagskiptari en skynjun okkar segir til að það séu actually galdrar og við þurfum að fara að trúa og við þurfum að vera tilbúin til þess að stíga inn í myrkrið út frá íhugun, út frá tilfinningu, út frá innsæi og við þurfum, þetta eins og Michael Jordan saði hérna við einhverja mömmu sem spurði hann einu sinni, hey Michael Jordan, what's the secret to success in basketball? Og hann var að spurja fyrir son sinn. Vitið þið hvað Michael Jordan saði? Love the game. Og það bara þannig, krakkar. Við þurfum að elska leikinn, við þurfum að íhuga þetta allt og þetta svo speysað. Við erum á tíma núna, þar sem að tímalínunar eru greinilega að einhverju leiti, einhvern veginn út af einhverjum ástæðum að blæða inn í hver aðra og við erum leikstjórnir. Við stöndum frammi fyrir því að við getum bara í rauninni, við getum ákveðið hvernig líf við viljum lifa. Það bara þannig. Við þurfum að trúa því. Þetta handan allra trúabragða, þetta handan Jesú Krist og svo að aðri segja annað. Þetta bara snýra því að tengjast þessum guðlega neista innra með okkur og vilja hluti án þess að vilja þá. Vilja hluti án þess að gera kröfu á fyrirfram ákveðina niðurstöðu. Að treysta lífinu og gera ráð fyrir því að heimurinn sé vinveittur en ekki stórhættulegur. Skiljið? Þetta geggjað. Herruskunnar, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta var nú meira geimsýran maður. Ég vona að þið þarna 3 sem hlustuðu á þetta til enda. Ég vona að þetta hafi skilað tilætluðum árangri og þið takið þetta to heart. Ef þið viljið followa, subscribe geimsýruna, þá það TikTok, það UFO geimsýran, YouTube, það Þvottahúsið geimsýran, eða þið getið fylgt mér undir nafninu Gunnar Dan á Facebook. Þar birti ég alla þessa vitleysu sem Reels. Mér þykir óendanlega vænt ykkur, elska ykkur. Auðvitað elska ég ykkur. Ef ég elska yfir höfuð, þá elska ég allt. Það ekkert flóknar af það. Ég get ekki eitthvað elskað afmarkað. Ég elska 360 gráður og þið og ég og við. Það allt inn í þeirri jöfnu. Þar til næst, namaste.